Sælveriði, Björgvin Ívar heiti ég og í þessum þætti ætla ég að fjalla vinnuferlið í kvikmyndagerð. En þessi þáttaröð einmitt hugsuð til þess að kynna fyrir ykkur nokkur af þeim óteljandi atriðum sem að fléttast inn í þetta vinnuferli. Vinnuferli í kvikmyndagerð í flestum tilvikum það sama. Það byrjar alltaf því að við fáum hugmynd. Það getur verið hugmynd að sögu, hugmynd að því að gera heimildamynd ákveðin hlut eða gera kvikmynd eftir sögu sem nú þegar til. Næsta skref svo að skrifa handrit og rissa upp söguborð af atriðum þannig að þeir sem að vinna með okkur geti sett sig inn í það sem stendur til að kvikmynda og svo maður sjálfur gleymi ekki því sem maður ætlaði að gera þegar maður komin á vettvang. Áður en tökur fara fram þarf að undirbúa þær. Það þarf að finna til tæki og tól sem nota á í upptökunum, æfa leik og framkomu og finna til búning og aukahluti. Það getur verið gott að búa sér til nákvæma lista yfir þá hluti sem þurfa að vera til staðar á vettvangi því það getur farið dýrmætur tími til spillis ef eitthvað hefur gleymst. Á framkvæmdastiginu fer kvikmyndatakan fram og svo eftirvinnsla eins og klipping og hljóðsetning. Ef kvikmyndatökur eru vel undirbúnar þá ættu þær að ganga vel fyrir sig og ættu ekki að vera nema lítill hluti af heildartímanum sem fer í verkefninu. Góður undirbúningur skilar sér líka yfirleitt alltaf í betri niðurstöðu í upptöku. Því á því stigi þurfa oft á tíðum margir aðilar, leikarar, kvikmynda- og hljóðupptökufólk og leikstjóri að vinna vel saman. Í eftirvinnslu kvikmyndin sett saman. Hún klippt og hljóðsett, tónlist samin og sett yfir það sem við á og þarna geta þó nokkuð margir aðilar komið við sögu en allur gangur á því hvort að mikil samvinna sé viðhöfð. Að lokum svo komið að útgáfu eða sýningu, en það sú sýn okkar að standa uppi með loka afurð sem við viljum deila með umheiminum sem yfirleitt helsti drifkrafturinn í þeirri orkufreku vinnu sem kvikmyndagerðin